Góðan daginn, ég ætla að sýna ykkur vefsíðuna okkar, Castle Apartments, og við skulum bara byrja á því að sjá hvernig það lítur út. Við erum ekki skráð inn og við byrjum bara á því að ýta á Browse Properties og skoðum hvað er hægt að gera á meðan þú ert ekki skráður inn. Og eins og þið sjáið þá er bara hægt að skoða íbúðir og eru nokkrar upplýsingar hérna fasteignirnar. Og svo þegar við erum komin inn þá getum við skoðað myndirnar. Það er hægt að ýta á allar myndir til að hafa hana á stóru myndinni. Og svo eru upplýsingarnar hérna hægra megin, lýsing, verð og svoleiðis. Og svo er upplýsingar seljandann hérna líka. En já, svo ýtum við bara á Castle Apartments til að fara tilbaka. Og svo getum við skráð nýjan notenda. Og við byrjum bara á að hafa username, höfum bara test 1. Og svo gerum við e-mail test@gmail.com. Og svo gerum við passwordi. Það er væntanlega hashað, þannig við getum ekki séð það. Svo þurfum við náttúrulega að skrifa þetta í réttu formi, þannig það þarf að vera @ og eitthvað svoleiðis. Þannig ég ætla bara að sýna ykkur hvað gerist ef þetta er ekki rétt, eins og kemur hérna fram. Þá er @ það verður að vera @ Svo bara registerum við. Og eins og þið sjáið, þá erum við skráð inn. Svo ýtum við á Browse Properties til að skoða. Og við getum filterað. Og eins og ég get sýnt ykkur, þá ætlum ég bara að skrifa Áshamar. Og þá kemur Áshamar upp. Svo getum við resetta með ýta á reset. Og svo getum við prófa postnúmerina, 104, applyum það. Þá koma allar íbúðirnar, eða fasteignirnar sem eru á postnúmeri 104. Svo getum við filterað að sortera þetta svona eftir stafrófi. Og já, svo getum við bara gert herbergisfjöldan. Og bara fikta aðeins í þessu. Eins og hérna kemur ekkert þegar við erum með 3+ baðherbyggi. Svo getum við ýtt á View Details á einhverju fasteign og við getum addað hann í Favorites. Þá kemur hann í svona watchlista hjá okkur. Og svo getum við komið tilboð. Og já, við getum gert tilboð hér, en áður en við gerum það, þá getum við skoðað My Favorites og það við settum þetta í Favorite hjá okkur áðan. Og hér sjáum við fasteignina í listanum okkar og merkt með hjarta, og við getum líka bara ýtt á hjarta aftur og þá fer það úr listanum. Og já, þá er ekkert í My Offers eins og við sjáum, það við erum ekki búin að koma með tilboð. Og við förum bara aftur, ýtum á View Details á löngu 22. Og eins og við sjáum, hér eru upplýsingarnar seljandann og við erum komið með tilboð. Ég ætla fyrst að byrja á að koma með eitthvað svona óraunverulega tölu, mjög háa, sem ætti ekki að vera til. Og við getum komið boð hérna. Eins og þið sjáið, þá er þessi tala bara, hún meikar ekki sens, þannig það kemur bara error. Það eru max 12 tölur samtals, þannig við byrjum bara að bjóða þetta. Og já, svo submittum við þetta tilboð og þá ætti það að vera komið hér. Og síðan eru það offersin hérna, já. Þið getur farið á My Profile og séð þetta líka þar. Hérna erum við með My Offers, sérðu, og My Favorites líka sem tabs hérna. Síðan getur farið í offer, það stendur allt þetta, pending. Þetta er userinn, breytt nafninu. Við fundum okkur einhverja myndi hérna í folderinu. Það er bara þessa. Og síðan Save Change. Það getum við fengið nýja mynd á prófílinn okkar. Þarna, fullgeggjum mynd, þeim tveim. Þess að það er pending hérna eins og ég sagði. Og hérna inn á profile page-inu getum við orðið seller, við getum ítt að become a seller. Og þar getum við fyllt út, já ég myndi hérna, seller type,
Gerum það bara individual. Ég skrifa bio, bara eitthvað flott. I am a seller, flott. Veljum okkur logo hérna. Treystum þessari mynd bara. Coverið mitt líka, sama með það. Veljum bara einhverja mynd hérna. Síðan fyllum við content-röfin. Já, ok, autofill, flott. Lindarfjörð 10 Garðabær, við búum þar. Getum við register as seller. Nú fáum við takka sem er view seller profile sem við getum ítt á. Og hérna er seller profileinn. Ég geti séð öll properties mín og öll boðin á propertiesin sem eru engin eins og er, en það kemur allt fram hérna á seller profilenum. Við getum að fara aftur á my profile. Þá er að koma auka tabið sem er líka my properties, þar sem við getum búið til fyrsta property okkar. Og hérna fyllum við það bara út. Fyllum við bara street name. Street name nummer 12. Og þetta er bara í Garðabænum, 210. Síðan setjum við bara á 30 fermetrar, total rooms 5 bara, bedrooms 3, bathrooms 2. Setjum þetta bara upp á, byrjum bara að hafa þetta á 1,2 milljarð, þannig við getum síðan edita þetta á eftir. A very nice house with detailed interior. Síðan veljum við einhverja myndir hérna, með folder hérna fyrir myndirnar. Hérna, myndir af flugvélum okkar sem verður húsið okkar. Síðan lítum við á add property. Þá er property komið. Þannig að property er komið. Og eins og við sjáum það sést allt þarna. Verðið, street name, seller information og þetta flett í gennum þetta. Núna er þetta bara komið í browse properties, þannig að þegar maður ítið þangað þá er þetta þar. En við ætlum að þetta á my profile. Hérna, ef við erum í my properties, sko, þarna er þetta. Þá getur editað, removað og view details. Við ætlum að edita þetta. Þarna er þetta. Breytum þetta í 40. Og verðið þetta aldrei hátt, við ætlum að breyta þetta niður. Síðan er þetta bara svona upplýsingarna sem eru í þessu. Update, þarna er þetta. Sko. Við sjáum hérna 120 milljónir og 40 fermetrar. Þannig að, förum í my offers. Nei, my profile, use seller profile. Og já, við sjáum að við erum ekki búin að fá neina offers ennþá á propertyið. En ef við ítum hérna, það sýnir ykkur tenginguna. Og hérna myndum við íta á view seller profile. Það förum við bara inn á okkar seller profile. Þetta væri ekki svona ef við erum að skoða hjá einhverjum öðrum. Þá myndum við fara inn á bara seller profile þeirra, sem er ekkert að breyta neitt. Registerum sem nýjan user, þannig að við getum gert offer á þetta. buyer@email.com. Password. Síðan þurfum við að konfirma passwordið. Já, buyer er til. Þannig að við erum ekki að buyer 1. Sko, account created, buyer 1. Browsa núna properties, á nýja accountun okkar. Street name 12. Við vorum að búa þetta til. Geggjað nett. Skoðum þetta. Þarna, sjáðu hver að selja þetta. Testi, heitir okkar. Gerum þetta. Segjum bara 30. maí og svo er mitt offer. Núna, sjáu að offer er komið inn í kerfið. Núna, ef maður fyrir aftur inn á, það er þetta withdraw offer. Ef við fyrir aftur inn á testi, þá ætti að vera komið offer á þetta. Þannig aðtöðum það. Loggum inn sem testi.
profile, view seller profile. Sjáðu þarna, þetta eru öll offer sem við erum með eins og er. Breytum, já, acceptum þetta. Já, eftir að við erum búin að accepta þá refreshum við og þá sjáum við að stendur accepted núna á fasteigninni. Og ef við loggum okkur út, loggum aftur inn á Buyer 1, passwordið okkar og logg inn. Svo myndi okkar my profile, my offers ætti frekar að fara. Þá sjáum við í status accepted og við erum hérna í finalize. Svo fyllum við þetta hér út með street address. Bara, já, autofill, continue to payment. Svo step 2, payment details, hérna bara fyll út kennitöluna, veljum bara payment method sem við viljum. Ég ætla frekar að fara í mortgage, já. Svo mortgage lender. Back to address. Líka sýna ykkur að það er drop down menu hérna, þannig við getum valið bara hvaða land sem er. Þannig að við fyrir aftur hérna. Já, veljum bank transfer þetta skipti. Nafnið á bara einhverjum banka, bara eitthvað númer. Já, þarf að fylla inn kennitöluna af auðvitað. Við bara setjum eitthvað upp bullinn. Continue to review. Og hérna sjáum við bara allar upplýsingarna sem við fylltum inn og þurfum að checka hérna undir agreement. Svo bara complete purchase og fáum við svona geggja skilaboða og við höfum completa kaupin á fasteigninni. Svo er þetta, já, about us. Við viljum lesa eitthvað okkur og hérna eru contact upplýsingar. Við viljum heyra í okkur. Já, fyrir hérna browse properties. Og við getum séð hér að fasteignin sem við vorum að klára að kaupa er sold. Þannig hún kemur ekki lengur upp í browse properties. Já, hérna, property has been sold. Og við ætlum að checka á því. Það getur bara filtra. Street name, filtra. Það sjáum við það er ekki annað í browse properties því að það er sold. Lokum okkur út. Já. Þetta var. Takk fyrir okkur.